Þá erum við komið með hendurnar svona þessi konsept og þessa hugmyndafræði og þessa hugsuna þangagang sem við þurfum að tilengja okkur þegar við erum að smíða React verkefni og þá er í raun svona komið svona praktísk atriði eins og hvernig þú skipuleggja verkefnin okkar, hvernig þú setja stílana á hlutin okkar og svo framvegis. Þannig að við förum aðeins yfir það og svo sjáum við í raun aðra leið sem er í raun meira svona struktúruð þegar við skoðum next í næstu viku. En uppbyggingin er í raun bara, og skipulagið er í raun bara að ákveða eitthvað og halda því við og hafa sérst aga á því að því að það hjálpar okkur þegar verkefni stækkar að geta þá í raun bara vita hvar hlutirnir eru, hvernig hlutirnir eru og ekkert sé að koma hana óvart og maður þurfi ekki vera að leita hlutum og vera, þetta sé eitthvað svona handahófskennt. Þannig við viljum í raun velja eitthvað skipulag, viðhalda því og breyta ef við komum síðan að því að það var ekki sniðugt, en bara vera alltaf með plan. Og oftast erum við bara með einhverjum möppu sem inniheldur React-verkefnið okkar og hún heitir oftast source og utan hennar, þetta er bara klassist sem við vitum, package, JSON, config-skrar og þess háttar. Og innan source erum við að skipta verkefninu frekar niður eftir þörfum og þá erum við yfirleitt með þennan inngangspunkt sem heitir þá yfirleitt index.js. Hugsanlega erum við með eitthvað app.js sem þá representar þetta svona yfirsteytið okkar. Með index.js býr til React-renderinn okkar og býr til algjöran grunn á verkefninu okkar. Svo erum við með eitthvað index.css sem að skilgreinir grunnstílar, er hugsanlega með eitthvað CSS reset, skilgreinir leturgerðirnar, eitthvað sem að kaskeitar í gegnum allt CSS okkar. Svo getum við verið með eitthvað app.css sem getur skilgreint layoutið okkar eða verið með sérstakann layout component sem að ég er oft hrifinn af og þá erum við bara með component sem að er bara í component, bara eins og allir eru komponentar nema það sem að hann sér bara er í raun að búa til aða layoutið okkar. Það er header, það er eitthvað main og það er eitthvað footer eða það er eitthvað vinstri valmynd og það er eitthvað efni og notum hann í raun til þess að stilla þá upp öllu contentinu okkar, sendum inn í hann það sem á að vera í footernum, það sem á að vera í headernum og svo er í raun children í þeim komponent er efnið á síðunni á vefnum sem við erum að skoða. Afsakið. Og þetta ætti í raun að vera eins óháð öðrum komponentum og hægt er, en getur þá líka í raun sem komponent verið að taka við state breytingum frá í raun app yfir komponentum. Þannig að það er kosturinn við það að vera með svona sérstakann layout komponent, er að geta aðskilið þarna milli. Síðan er oftast components mappa sem inniheldur þá endurnýtanlega komponenta. Þannig að allir þeir komponentar sem eru inn í components mappunni, þeir eru svona highly cohesive, loosely coupled og þú ættir að geta verið nota þá hvar sem að make sense að vera að nota þá komponenta eða einhverjar ástæðar. Bara, þetta á bara að vera eitthvað komponent sem ég get bara náði í, droppað inn í JSX3 mitt þar sem ég er að nota það og þeir bara rendera sig. Svo eru oftast einhver leið til þess að skilgreina síður og þá eru síður í raun eitthvað sem að setur saman heila síðu, hvort heldur sem að það væri yfirlit síðan yfir jarðskjálftana og svo getur smellt á ákveðinn jarðskjálfta og þá fyrir upplýsingar þann jarðskjálfta eða þetta er bara forsíðan á heimasíðunni minni það sem er bara eitthvað halló heimur og svo getur þú séð Óla og eitthvað og ég get þá skipt upp síðunni minni vefnum mínum í síður. Þá er það yfirleitt ekki eitthvað sem er með props eða stíla, heldur þá í raun að taka saman alla þessa komponentar sem við erum að vinna með og eitthvað efni og í raun svona orkestreita því öllu saman. Við sjáum dæmi þá eftir. Svo getum við með utils fyrir hjálpaföll og svona. Svo er hugtak sem oft getur verið gott að nota sem eru containerar sem eru þá í raun komponentar, eru í raun bara nákvæmlega sama komponentar nema við ákveðum að setja ekki útlit á það. Þannig við sjáum aðeins meira það eftir. Og svo er bara alls konar sem að gæti átt við verkefnið okkar. Og þarna er þetta alls konar er það sem við erum að nota create React app að þetta er svolítið opið. Þannig að það er okkar að ákveða struktúrin. Og það getur verið kostur en yfirleitt er það sérstaklega þegar maður er að byrja. Það getur að vera svolítið galli þegar maður veit ekki nákvæmlega hvernig þetta á að vera. Þannig að fyrir núna verkefni sem ég er að setja fyrir þá er ég búin að búa bara til struktúrin
og skildi eftir þá parta sem að þið fyllið inn í. Þannig þið þurfum ekki að vera búið til einhverjar skrár nema CSS eða SAS skrár, en þá það augljóst að því leyti að þær eiga alltaf að eiga við komponentuna, þannig að þeir eiga alltaf heima inn í sömu möppu og komponentu sem við erum að vinna með. Og þá ætti í raun þetta, til þess að þið séu highly cohesive, ætti í raun hver komponent ætti að hafa á sama staðnum eins mikið af upplýsingum og því sem þarf til að birta hann. Tekum við propsunum, heldur state sjálfur og svo með í sömu möppu stíla fyrir CSS til þess að geta byrt útlitið á hann. Og svo ef við erum með einhver test fyrir komponentin, þá ætti hann það líka eiga heima í möppunni. Þannig að við erum bara með hann komponentin á heima í sinni möppu og þar bara allt það sem við þurfum. Þannig að þá getur þetta litið einhvern veginn svona út. Við erum með button, sem einhver komponent, hérna lógíkin í honum, hérna útlitið á honum. Svo erum við með einhver routes eða pages, hvað sem við kallum það. Við erum með forsíðun okkar, við erum með einhverja greinasíðu sem getur þá verið að pikka upp mismunandi greinar úr vefþjónustu eða gagnagrunni. Við gerum eitthvað API. Svo getum við verið með þessa containera. En þessi containera eru svona hugtak sem var mikið notað í byrjun. Datt aðeins út svona og fólk sagði að við þurfum ekkert. En ég samt ennþá svolítið hrifinn af því, ég hrifinn af því að taka þessa state logic sem við vorum að vinna með áðan, við sáum. Við vorum að sækja þessa jarðskjálfta frá einhverju vefþjónustu og við þurftum að passa på að við vitum hérna það loading state og þetta. Og svo það allt tilbúið og við viljum birta þá. Og þá erum við bæði með alla þessa lógík sem að sækja og passa upp á þetta og svo birtinguna sjálfa í komponentnum sem var þá að búa til þetta yfirlit yfir jarðskjálftana. En container komponentinir sjá þá bara að sækja gögnin og bara lógíkinu sem tengja því og þá sér allt stateið og með svona snjallt að því leyti að það að gera eitthvað svona hluti og græja. En síðan þegar búið að sækja gögnin eða það komið illa eða það loading state, þá það sendt áfram í svona þunna komponenta, heimska komponenta, layout komponenta, það kallaði ýmsum nöfnum. En það þá komponent sem tekur bara við einhverju gögnum í props og birtir þau. Ekki með eitthvað use effect eða use state, tekur bara við gögnum í props og birtir það. Og þetta getur þá svona hjá hliðarverkunum af þessu það að við getum í raun aðskilið og við getum byrt sömu gögnin sem koma á mismunandi stöðum. Við erum með eina birtingu á starfsfólki sem kemur úr gagnagrunnstöflu og aðra birtingu sem kemur úr vefþjónustu, en birtingin nákvæmlega eins. Þannig að þá getum við nota sama layout komponentin, heimska komponentin til þess að birta niðurstöðunar, en mismunandi container komponentin til þess að sækja gögnin og senda þau onni komponentin sem birtir. Og þetta getur líka bara verið hreinlegra að hafa í raun skiptingunu á þessu orchestration og sækja gögnin og gera allt það og bara að birta. En með CSS, þá eins og ég sagði áðan, þá viljum við hafa komponentin í sömu möppu og þegar við erum að nota create readapt þá viljum við skýra það á .module.css af því að create readapt notar svolítið sem heitir CSS modules. Síðan sækjum við vísun í CSS-skrána, þannig að við importum CSS-skrána okkar og það í raun, ef hún til, þá er hún resolved og við fáum tilbaka hlut sem inniheldur í raun alla skilgreinda selektora. Og það síðan með CSS modules, þá þessi selektorar, í raun nöfnin á þeim, með aukalega bætt við sig auðkenni sem uník fyrir þá, þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að ef við notum list sem selektor í þessum komponent og list sem selektor í öðrum komponent, að þá séum við einhvern veginn að yfirskrifa hvern annan. Hvor þeirra sem neðar í CSS skilgreiningarröðinni að sá stíll fái í raun birtingu eða þá þessi með hærra specificity, þessi birtur. Og þetta bras sem maður getur lent í með cascadeið og það reiknar specificity. Og svo getum við notað BEM eða eiginlega bara B út af því að bandstrykið ólöglegt breytunafn í JavaScript, þannig að við getum ekki skrifað það þannig. Þá erum við með CSS-skrána okkur svona, við skilgreinum eitthvað komponent, svo getum við skilgreint hérna svona undir komponent eða element undir blokkir okkar. Þá importum við CSS-skráni
og þá þetta yfirleitt bara hefð, það kallað S fyrir styles og síðan það sem við viljum í raun velja þetta div á að fá þennan hérna selector og þá segjum við class name jafnt og object eða hérna gildi sem þá í raun S-objectin lykillinn my component. Þannig að þá það í raun möppun 1.1 hérna á milli. Og svo fyrir title þá það hérna og þá það 1.1 við þetta. Þannig að þá fær þetta hérna class name, það class name sem passar akkurat við þessa hérna skilgreiningu. Og ef við viljum síðan breyta stílunum beint þá getum við nota bara style attributeið eins og við könnumst við nema að við þurfum að senda inn hlut þar sem við erum með CSS propertyið og CSS propertyið skrifað með camel case, ekki með bandstrykkum af því það eru óleyfileg breytuheiti. Þannig að ef við vildum setja background image sem inline style þá segjum við í raun þetta gildi, það vantar hérna á móti, þetta object með lykilinn background image, ekki background dash image og gildið strengur sem þetta alveg rosalega brotið hérna, þetta ætti að vera hérna með hliðina á, sem url.min.jpg, þannig að þá þetta CSS skilgreiningi sem fer áfram. Síðan þetta að taka þessa leið í raun þetta að skrifa inline stæla og getum þá blanda saman logík við útlitið okkar með því að nota CSS in JS og þá skrifum við stíluna bara beint inn í komponentin, þá erum við ekki aðskilið í CSS skrá. Og þá í raun losnum við kosti og kosti CSS sem eru þessi global stílar, cascaded, specificity, villimeðhöndlunin og þá erum við svolítið að flytja þetta bara inn og setja þetta bara akkurat beint á komponentin og það eru kostur og gallar við þetta og við getum verið að stíla hérna komponentin okkar með gildum sem við erum að nota í lógikinn okkar, við getum nota state gildin okkar beint inn í inn í stílinn og við getum blanda þessu saman í staðan fyrir að vera að nota einhverja aðra leiðir sem að kannski virka ekki jafn vel. Og þetta eitthvað svona sem að mikið notað. Þetta svona yfirleitt skiptist fólk í tvo hópa, þessum fílar CSS JavaScript og þessum fílar ekki. En ef þið viljið skoða það nánar og það heitir ykkur, þá styled components library og InMotion og þetta svona það sem held ég þau tvö sem mest notuð. En síðan ef við ætlum að nota SAS þá Create React með stuðning fyrir það nema við þurfum þá bara að sækja Node.js og installa Node.js pakkanum og staðin fyrir að hafa .css þá segjum við bara .scss og þá getum við bara að nota SAS eins og við þekkjum það. Svo svona aðeins að ítreka hérna þó svo við séum að nota React þá þýðir það ekki að við getum gleymt accessibility eða svona þessu mátt að sé hérna voðalegt eitthvað lélega að það gilda sömu prinsip, tól og tækni og áður. Við getum notað screenreadera til þess að hjálpa okkur við að sjá hversu vel lesanlegur og áhlustanlegur vefurinn okkar Við getum notað tól eins og Axe eða WebAIM til þess að sjá hvort við séum að klikka á einhverjum öðrum hlutum. Hvort við getum notað lyklaborðið, þetta á allt saman ennþá við. Og hérna í raun aðeins fara yfir það hvernig við getum hugsað nánar accessibility þegar við erum að skrifa React. Síðan þegar við viljum setja Create React appið okkar upp á Heroku, þá þurfum við, þá gott að lesa hérna það hvað við þurfum að gera þegar við erum að deploya þessum Create React app vefjum og ef við ætlum að setja upp á Heroku, þá þurfum við að sækja ákveðið build pack sem inniheldur í raun skrefin sem lýst hérna sem þarf að gera til þess að búa til vefinn og setja hann og deploya hann og gera hann production ready, gera hann aðgengilegan á vefnum. Og þá getum við sótt og skoða hérna hvað það þýðir. Það kannski svona helsta gottsvæðið þarna og þegar við erum að nota þessu við ætlum að sjá núna á eftir með React Router og við erum komið með eitthvað skástrík foo og það eitthvað síða sem að React Router að pikka upp fyrir okkur að birta. Ef við viljum að það virki síðan þá þurfum við að skilgreina static JSON með routes lykli. Þannig að hérna vísun í það, þannig að þið getið skoða það. Þá þetta nokkurn veginn það sem við þurfum að gera. Það sem að bætist við hérna ef við erum að nota hérna Heroku CLI að við getum búið til með build pack appa okkar og þá býr þetta til appið okkar hérna
og síðan í rauninni þetta allt saman eins. Við getum líka gert þetta í gegnum vefviðmótið, þá þurfum við að fara undir settings og velja buildpack og paste inn slóðina á buildpackan sem við viljum nota. En þannig að ef við skoðum dæmi þetta, þar sem við erum búin að taka dæmi sem við vorum að skoða af hann og við erum svona aðeins búin að hreinsa til í því, svona skipta því upp í við erum ekki lengur með allt hérna inn í einu skjali, heldur erum við búin að brjóta það upp og búin að setja CSS og eitthvað svona, búin að setja hérna þannig það sem er búið að gera hérna, það er búið að sækja Node SAS, þannig að það er komið, þannig að þá getum við farið að skrifa SAS. Við erum með app hérna og núna er í raun app að sækja þessa hérna komponenta. Við erum með en Earthquakes container sem séum að sækja Earthquakean jarðskjálftan okkar og senda áfram í jarðskjálftabyldingar komponentin okkar. Við erum með menuinn, later komponentin og síðan einhvern layout komponent sem séum í rauninni að setja upp layoutið fyrir síðan okkar. Svo er svona smá, hvað ætti þessu gögn að eiga heima? Það er í raun eitthvað, þetta geti átt heima bara þarna, þetta geti átt heima í einhverju utilsfalli eða einhverju JSON skrá í rótinni eða eitthvað, þetta er í raun bara ákveða hvað það ætti að vera. Og síðan erum við í raun þá komið með hérna erum við í raun að setja upp síðun okkar, upp appið okkar, vefinn okkar. Hér erum við bara með eina síðu sem við erum að birta, þannig að við þurfum ekki að hafa einhverja leið til að geta skipta milli síðna, við erum bara með þessa einu síðu. Við erum með þetta layout þá hérna sem að séum þá að búa til viðmótið okkar, svona heilt yfir, tekur síðan inn einhver children og þau eru í raun bara sömu á þann, það er þessi menu, það er þessi search og það er þessi Earthquakes container. Og layout komponentin okkar lítur þá mjög einfallega út. Hann tekur hérna inn, sækir SAS-skrána sem að þá með bara eitthvað rosalega basic hérna. Það setur Arial sem leturgerð, það setur eitthvað smá padding á headerinn, setur eitthvað margin og padding á main. Þetta getur til dæmis verið, við getum verið að nota CSS grid hérna, setja upp gridið okkar, við getum með flexbox eða setja flexboxið okkar. Hérna tökum við inn titilinn sem props og svo children hérna og það fyrir inn í main. Þannig hérna erum við í rauninni að setja upp bara svona high level layout. Earthquakes containerinn okkar, já. Já. Nei, hérna myndum við vera að nýta það að þessi komponent er í raun efst í trénu, þannig að font family er eitthvað sem að kasketa niður og í raun erfist bara niður í alla komponentur sem eru fyrir neðan. Og út af því að við erum með þetta sem, ekki hérna heldur, hérna, þannig að út af því að hann inniheldur alla hina komponentina, þá munum þeir allir erfa þetta. En ef við myndum vilja geta sett inn einhverja breytu þarna, þá höfum við í raun tvær leiðir. Annarkvort að nota CSS variables, sem væri þá í rauninu við myndum færa þetta hérna yfir í einhverju breytu og segja síðan hérna var eitthvað font family og þá myndi það þurfa að vera í hérna skilgreint einhvers staðar í rótinni hjá okkur, þar sem við værum með eitthvað svona root þar sem við myndum vera með font family væri svona, þá getum við gert þetta. Þetta var svona leiðin sem ég myndi byrja á. Hin leiðin væri í raun bara að kaupa inn í hérna, svona CSS in JS, þar sem við værum þá ekki lengur með eitthvað sem að væri sér skrá hérna, heldur væri við að skilgreina hérna inn í staðan fyrir klassnum hérna, þá væri við í raun með style hérna og þá er það þannig að eins og bæði nota svona template tags, þannig að þá væri við með einhvern veginn svona og þá getum við verið með hérna svona font family og þá getum við bara sagt svona bara fonts og þá getum við verið með breytu hérna sem væri Arial þannig að þá væri við að geta nota breyturnar svona með þetta er svo tvær leiðir. Ókosturinn við þessa leið hérna er svolítið, hún er svolítið all encompassing, þú ert annarkvort inn í þessu eða ekki. Á meðan með CSS breytum þá getur þú svolítið stýrt þessu sjálfur og hérna gert það sem þú vilt með CSS-inu. En ef við bökkum bara með þetta.
of langt. Svona. Þannig að það er bara svona arkitektúral ákvörðun það hvernig vill ég að verkefni okkar virki. Ég myndi alltaf byrja því að skoða þetta, hvernig erum við að nota þetta og síðan í raun, ef þið viljið fara lengra niður þetta, þá er þetta style components eða emotion. Emotion hef ég heyrt mjög góða hluti af og hef notað aðeins og ég myndi prófa að gera lítið verkefni í báðu og sjá hvernig maður er að fíla það. En allavega, þannig að við erum með sama struktúrun hérna við erum með áðan, nema nú erum við með hann earthquakes container sem gerir það sama áðan, sér loading state og tekur search og bla 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 bla. Nema núna í staðinn fyrir að birta jarðskjálftana, þá sendir það áfram í einhvern earthquakes component og sá earthquakes component, hann er einfallega tekur við titli sem er einhver strengur og einhverjum earthquakes sem er array af objektum og ídreið gegn þá og birtir þá. Þannig að hérna gæti ég sendt inn jarðskjálfta hvort heldur sem þeir kæmi úr vefþjónustunni eða ef ég væri bara með einhverja statíska birtingu og ég myndi vera, hér er einhverju jarðskjálfta sem ég sótti annar staðar frá og ég get birt það nákvæmlega eins. En hérna er þetta komið, hérna erum við með nýja leturgerð, alltaf er það fínt hjá okkur, við erum með þetta hérna saman og þá er það út af því að menu hérna, við erum í raun með menu, við segjum hérna menu og eitthvað menu group og menu list og þá erum við að nota flexbox hérna til að láta það liggja hlið við hlið í staðinn fyrir að vera í blokkorder. Við erum með hérna, búin að taka þetta hérna, við erum með eitthvað svona mjög ljóst border utan hvernig jarðskjálfta og við erum svo núna ef ég myndi vilja fara hérna inn, ok, þetta er skelfilega ljótt, ég vil fara og refactora þetta, ég vil láta þetta líta betur út. Þá get ég bara einfallega farið hérna inn í earthquake, ég get farið hérna inn í earthquake komponentinn og ég get breytt þessu eins og ég vil. Ég get breytt í hvernig struktúrun á HTML-inu er hérna, ég get breytt í hvernig stílarnir eru og ég get bara unnið í þessum komponent. Þannig að ég get skópa vinnuna sem ég er að vinna bara við þennan komponent. Og ég þarf ekkert að hafa áhyggjur af því að ég sé að eyðileggja fyrir ykkur sem er að vinna í layatinu eða í menjúinu eða í containernum. Bara svo lengi sem ég gerir þetta og þetta lítur vel út og þetta er uppfært og gott útlit, þá er það bara skópa við þennan hérna komponent og það vinnan fer bara fram í þessum hérna tveimur skrám og er mjög afmörkuð sem er rosalega góður kostur við React. Hvernig þetta component model mappast og skalast ótrúlega vel frá því að vera bara einn í að vinna einhverju litlu verkefni yfir að vera vinna í verkefni sem eru telur 20.000 komponenta og 100 ef ekki 1000 síðna. Þannig að þetta er svona struktúrin á verkefni og hvernig við getum í raun skópa eitthvað svona stærra verkefni og þetta er í raun sama pattern og er síðan í verkefni 5, grunnurinn sem er gefinn í því.